Jæja, verið velkomin í fjarkennslu Þrastar. Hérna leikur sem við ætlum að reyna að búa til. Þetta er svolítið ný tegund að leika, við hefum ekki unni með svona leika áður og ætla bara að setja inn í gang og sýna ykkur hvernig hann lítur út. Þannig að við notum örvatakkana til þess að hreyfa rauðakallinn. Þannig að við erum ekki lengur með þriðju persónu kall, við erum með öðru system og við erum með fullt af óvinum, kannski aðeins og mikið. En ég get þess að skotið hérna og þá nota ég, kannski sjá ekki skotin, en maður notar hérna músina til þess að miða og skjóta. Þannig að það er eitt sem er nýtt. Síðan sem sagt er vandikallið hannig að ef hann kemst ákveð nálægt þá byrjar hann að skjóta og þá minnkar heilsan og þið sjá heilsunni hérna efst vinstra megin. Og ef heilsan finnir í 0 þá byrjar þetta upp á nýtt. Við ætlum að skipta þessu myndbandi eða þessum leik niður í nokkuð skref, nokkuð myndbönd í staðins að þetta er eitt langt. Þannig að í fyrsta myndböndi sem við gerum núna þá ætlum við bara að vinna með hann rauða kall playerin okkar. Myndbandi 2 ætlum við bara að vinna með enemyin og myndbandi 3 ætlum við að setja upp þetta user interface. Bútum þetta svona niður. Þannig að við byrjum bara eins og allt með nýtt skjal. Ég læt þetta heita verkefni C3. Þetta er komið plain. Og hérna er ég búinn að sækja forritin, þau eru öll inn og innu á sama stað við höfum alltaf haft þau. Hérna fór ég að bjóða til nokkuð material, fór ég create material og þetta bara grátt, mjög spennandi liður. Ég ætla ekki að hafa hérna þessi forritinur, ég ætla að hafa þetta hérna í þessari mappu. Setja hérna eitthvað lítið á þetta. Svona. Herðu, fyrsti persónkallinn okkar, hann er þá þannig, hann er capsule. Við erum að create 3D object og gerum capsule. Þannig skulum við færa hann hérna þannig að hann sé á jörðinni. Og það er þessi stela tvær leiðir við ætlum að færa kalla. Það er annars sem við rigid body og hins vegar með character controller. Og við höfum aldrei notað character controller áður, þannig að við ætlum að gera það hérna. Hérna í capsule, ég ætla að rýna með þetta bara í player og hérna ætla ég að fara í add component og ég leitað character controller og sérst í þessum component sem kemur þá og þá er þetta að stilla til dæmis hversu brattan hallan kemst upp. Hérna kemst hann upp 45 gráðu halla ef það er stigi og þá getur hann tekið hoppað upp 0,3 metra. Það hleypur mig að vera svo stór. Og hérna er bara stærðin á þessum karakter. Ok, næst viljum við búa til eitthvað hálfgerða byssu. Þá búum við til bara kassa, cube, og við ætlum að skala hann hérna niður. Eitthvað svona. Það sé eitthvað svona til hann. Síðan ætla ég að setja eitthvað lit á þetta. En það sem ég vil semst að gera, þessi cube sem ég var að búa til, ég ætla að láta það heita byssa. Og ég ætla að láta það vera barred players. Þannig að ef að playerin hreyfist, kapsulið, að þá náttúrulega á byssan að hreyfast með. Það sem við munum gera er að við munum láta skot poppa hérna út byssunni. Þannig að við þurfum að segja forritinu hvar á þetta skot að myndast. Þannig að við ætlum að búa til empty object sem heitir bara skotstaður. Og það verður þá bara byssunar. Þegar skotstaðurinn fyrir gælda byssunni. Og hérna getur við sett netið, setjum það bara 0,0,0. Þannig að það er akkurat það sem byssan er. En við viljum sem færa þetta þannig að það sé aðeins hérna fyrir framan byssunan að skotin byrtast þar. Ok. Næsta sem við viljum gera er að fara að tungtra niður einhverju forritum. Og hérna eru fullt af forritum. Og við ætlum svo að setja player health. Setjum það á playerinn. Við setjum player move á playerinn. Og við setjum player skjóta á playerinn. En það er eitt forritinu sem heitir player look.
það ákvarða hvar hann horfir og það stjórnast af músinni og fyrir því hvar músin er á skjánum. Þannig að við þurfum að taka play look og draga það á kamerun okkar því að þannig bara það. Já. Þannig að hví ekki prófa ít og bara play. Sjá hvort að skoðum einhver error svona. Ok, þá kemur einhver error. Við erum eftir að gera eitthvað, þannig að kíkjum hérna á playerinn okkar og við sjáum hérna að hérna er player health, hérna er þess að heilsan, hún byrjar sem 100. Damage er þegar hann fær eitthvað kupp í sig, þannig að þá missir hann health. Health bara afgróðu eftir með user interfaceið. Gravity hérna player move fer bara til hvernig hann dettur niður. Hraðin bara hversu hratt hann fer. Og hérna síðan kemur þegar hann skýtur. Þannig að hraðið er bara hversu hratt byrtast þessi skot. Og hérna eru síðan skotin og skotstaður. Þannig að við þurfum að búa til skotin, hvernig þau eru. Og það verður bara litli kuppar. Þannig að við förum í create 3D object og búum inn þetta cube. Skölum þetta niður. Og ég get farið og skal niður hérna í miðjunni. Gert eitthvað svona. Þetta er bara fínasta skot.